Já, Óli, 3-3 á móti KR, hvernig svona metur þessu úrslit? Við komum náttúrulega 3 tilbaka sem jákvætt. Gerum 3 mörk sem jákvætt líka, en fáum okkur 3 mörk á móti sem neikvætt, en svona heilt yfir var þetta bara svona þokkalega framistað held ég. Meira jákvætt en neikvætt? Já, ég ger það alltaf. Þessi bara, þetta mark á Haukibóli rétt fyrir hálfleik. Breytir það einhverju svona uppleiki fyrir seinni hálfleikinn? Þetta þægilega að fara inn með 1-1 heldur en 1-0 undir en að skora mark alltaf gott bara og þetta var gott að fá mark í loka á hálfleiknum og breyti ekki kannski uppleikinu en okkur leiði aðeins betur. Bara, þetta stig, já, hvernig svona hjálpar það ykkur fyrir framhaldi? Já, við erum einu stig meira eftir daginn dag heldur en vorum ekki þannig að auðvitað hefðu viljað hafa 3 en 1 fínt og úr því sem kom með og við bara verðum að vinna betur í okkar leik. Og komst og tókstu val í síðustu viku, var aldrei spurning að segja já þegar Börkur hringdi? Jú, það var spurning það. Ég var ekkert ákveðinn í því en ég endaði þar. Var eitthvað svona sérstakt sem hann samfærið þig með? Nei, það er bara milli mín og hans. Maður svona, alltaf þegar maður hugsaður Óla þá hugsaður maður líka Björns Hreiðars, var eitthvað hugmynd hann kæmi líka? Já, það var á tímabili var það. Og er útsýð að það verði ekki? Hann kemur ekki með mér núna. Hvað ætlið að gera eitthvað breytingu á leikmannahópnum fyrir gluggalok? Nei. Ertu með eitthvað svona sérstakt markmið sem þú vilt ná fyrir lok tímabilsins? Ég held að við Valsmenn verðum bara að líta í næsta leik og reyna að safna stigum þar. Ég held að við getum ekki hort lengra og það er það sem við gerum. Við horfum bara næsta leik. Heldur þið opnu að framlengja við Val eftir tímabilið? Það kemur bara ljós. Takk fyrir þetta, Óli, gangi vel.